Já, komið sæl. Við erum hérna með smá fund við Þorvarður úr málefnastjórn Sósíaldemókraflokksins ásamt nokkrum slembiveldum félögum sem hafa unnið við gerð stefnu í landbúnaðar- og matvælamálum fyrir Sósíaldemókraflokk Íslands. Og það er Guðbergur Egill og Arna Þórdís, verið velkomin. Og hann Þórbergur er að reyna að tengjast hérna og við sjáum til hvort hann detti inn. Þannig að við tökum bara stöðun á því á eftir, en vonandi nær hann að tengja sig. Ég ætla kannski bara að byrja á því ég ætla að byrja á því að tala um það svona fyrsta sem það er eiginlega bara strax fyrsti punkturinn sem svona hreyfir við manni í þessari stefnu og það er að það er talað um að efna til þjóðarsáttar landbúnað. Hvað táknar það svona í ykkar huga? Svona það væri eiginlega þjóðarsáttar landbúnað, þá myndi fólk sem sagt hugsa betur hvað það sett í matarkörfuna sína. Já. Og á móti væri það gert sem sagt að það væri samkeppnishæft í verði það sem að í boði hér innanlands með það sem innflutt. Það er svona það sem ég dettur í hug eins og með þjóðarsáttina að fólk verði meðvitað, að semst almenningur verði meðvitaðri að hann ætli og vilji versla íslenskt af því að það er bæði betra fyrir landbúnaðinn og betra fyrir það sjálft. Herra Þórbergur að detta inn? Það er kannski fyrst að innlend framleiðsla sett skör hærra heldur en innflutningur. Þetta er sem sagt í samræmi við þessa hugsun matvælaöryggi. Matvælaöryggi, já. Þannig að við séum ekki hátt innfluttu matvælum. Og við getum að mestu leyti verið sjálfum okkur. Ég myndi halda að þjóðarsátt ætti í raun og veru að fjalla það. Svo eru fleiri þarna smá atriði eins og ofbeit og ofnýting og meðferð. Þetta er líka í þjóðarsátt eða þarf að vera í þjóðarsáttinni. Þessum kannski helstu myndi ég halda punktarnir sem myndi að falla undir þjóðarsátt. Mér finnst líka felast í þess aðeins að þegar ég talaði að gera í samráði við bændur, að þá kemur líka það er alltaf þessi kontrastar með gott verð og laun til bænda og svo hagkvæmni. Af því að það er miklu hagkvæmara að reka bara risabú, miklu ódýrara og getur skapað sem sagt bóndanum meiri laun að reka bara, risastórt kúabú, tökum sem dæmi, en þá kemur það niður á dýravelferð og landbúnaðarstefnu, mengun, öllu svona. Þannig í rauninni þjóðarsáttin það eiginlega að vera þannig að sem sagt að finna þennan blessaða meðalveg á að bændur fái greitt fyrir vinnuna sína, dýravelferð, mengun og landnýtingu og svo verði til neytenda. Ég held að væri rosalega sniðugt að finna bara sem sagt einhverja svona 5 punkta eins og bara ef við tökum þá bara launin, dýravelferð, sem þá mengunin og landnýtingin og svo verð til neytenda. Ef það væri einhverja svona 5 punktar sem væri svo hægt að velta fyrir sér í rauninni hvernig á að uppfylla það og setja það svo saman í sem sagt. Þetta er náttúrulega bara svona rauði þráðurinn í stefnunni í rauninni þar sem þú telur upp að það eru þessi hluti við mig. Þannig að þetta í rauninni. Og þjóðarsáttin hlýtur að felast í jafnvægi á milli þessara þátta. Já, einmitt. Það sem sagt bændur ég hef sjálfur lent í því að vera þannig bóndi sem að rekinn í að stækka því að það er hagkvæmara og skapar mér betri lífsafkomu. En hvað er svo betra við það í rauninni? Eitt í þessu sem við skulum passa okkur aðeins á. Verð. Við skulum ekki hræra verðinu saman með þetta. Það er bara allt annar hlutur,
algjörlega. Verðið stýrist svo mikið af kostnaðinum og kostnaðurinn manngerður, mestu leyti. Hún passa okkur aðeins á ekki að flækja matvælaverði inn í þjóðarsóttum landbúnað. Já, ég skil hvað áttu við, hvað þú ert að fara þar. En það samt svona... Það alveg nauðsynlegt að gera sér grein fyrir því að þetta ekki alveg sami hluturinn. Verðið og þjóðarsóttin. Verðið skapast bara það bara spurning hvernig byggjum við landbúnaðinu upp, hvernig verðið myndast. Það samt... Hvernig sko, launin sem að bændunni þurfa, það bara byggir á því hvað kostnaðurinn mikill. Byggingarkostnaður og allur framleiðslukostnaður. Þetta er bara allt sem að manngert og það í rauninni aðeins fyrir utan þjóðarsátt. Þjóðarsáttin hlýtur bara að fjalla hvað viljum við hafa landbúnað og hvernig landbúnað viljum við hafa. Já, en þá komum við kannski líka að því sem að eins og Guðbergur nefndi áðan að við kannski þurfum að gera, ef við ætlum að vera sjálfum okkur næg og við ætlum að reka landbúnað, þá þurfum við líka að velja í matarkörfuna út frá því og það gæti orðið pínlítið dýrara. En þá komum við aftur að kannski öðrum punkti í stefnunni sem að einmitt sko varðar innflutning á matvælum. Og það talað einmitt sko samkeppnishæfi íslenskrar og innfluttra matvöru. Og mér langaði einmitt að spyrja ykkur út í þann punkt líka. Ég meina, það er ekki samkeppnishæfi í dag á milli innfluttrar og innfluttrar og íslenskra matvæla. Er þetta ekki sambærileg vara í dag? Sko það væntanlega alltaf hægt að finna vöru erlendis sem ódýrari en vara sem við framleiðum hér. Ég veit ekki, sko, ef maður tekur bara sem dæmi, ég meina það var seldur kjúklingur fyrir einhverjum árum sem átti að vera danskur, hann kom allur frá Asíu. Já, því að reglurnar bara þannig að ef 1/3 af kjötinu í kjötvinnslu í Evrópusambandinu af innlendu kjöti, þá getur hann keypt inn kjöt og kallað það allt frá því landi. Og þá erum við komin út í það sem að bændur oft mjög óánægðir með, sem sagt að náttúrulega dýravelferð, hún kostar peninga og það að borga fólki laun kostar peninga og við erum kannski að flytja inn vöru frá svæðum þar sem að þessar kröfur ekki til staðar. Þannig að bændurnir ekki samkeppnishæfir við svoleiðis system, sko. En ég held að sko, en svo líka annað sem kemur inn, ég meina bara eins og ríkið kemur á móts við kúabændur og sauðfjárbændur til dæmis með beingreiðslum bara. Þannig að það líka alltaf bara pólitísk ákvörðun hvað á ríkið að borga mikið og ríkið getur lagt meira mörkum til þess að lækka matvælaverð. Og náttúrulega til dæmis, ég meina, eins og hvernig var þetta með mjólkina, hún til dæmis held ég undanþegin einhverjum, nú vona ég sig ekki að fara með vitleysu, einhverjum samkeppnislögum og öllu dóti af því að bara borgararnir eiga rétt á því að fá mjólk. Og hún seld á undirverði, sko. Þannig að hún ekki, það kostar miklu meira að framleiða hana heldur en fólk fær að kaupa hana á. Og hvort það sé eitthvað svoleiðis með ost líka, það einhverjar svona ákveðna vörur sem bara lúta ekki þessum reglum og það bara í valdi pólitíkurinnar að stjórna í rauninni hvort að við sem sagt ákveðum að gera meira í þess áttina, sko. Það bara pólitísk ákvörðun í rauninni. Af því að ef að ríkið borgar bara meiri landbúnaðinn, þá fær bara borgarinn sem sagt matvöru á lægra verði, sama hvað kostar að framleiða hann í rauninni. Það var talað að gera vistkort landbúnað og landnýtingu frá fjöru til fjalls allt land. Og í ítarefni þar vísað til þess að endurskoða landbúnaðinn dálítið frá grunni. Hvað felst í þessu? Já, þegar við erum að tala vistkort eða rammaáætlun landbúnað, þá erum við að, eins og segir, að hugsa að snúa þessu öll á hvolf og skipuleggja landbúnaðinn eftir í hvar það sem sagt, bæði hagkvæmt og vistvænt fyrir landið. Eins og breyta því þannig að skikka,
Hvernig er það, þú veist, að beita þar sem er hagkvæmt að beita, þú veist, það sem er gras til þess að bíta og ekki vera með, já, er ekki kallast ofbeit þar sem ekki er gras og þá frekar að leitast til með öðrum nýstárlegum leiðum að gera hagkvæmt fyrir bændur að stunda annars konar búskap þar sem ekki er hagkvæmt að beita og svoleiðis. Var ekki líka, það var eitt sem að, einmitt, með ramar eitthvað í líka varðandi til dæmis eins og mjólkubúin, að eru þau ekki bara staðsett á öðrum helmingi landsins en ekki hinum með eitthvað, þannig ef eitthvað gerist að þá lokast bara fyrir. Jú, þess vegna er mjög mikilvægt að við skipuleggjum það þannig að það sé þannig að það lokist ekki bara af land, að það sé já, við getum verið nokkuð sjálfbær og alveg sama hvar við erum á landinu, já, það sé ekki bara öll egg í sömu körfu. Þarf sko, varðandi mjólkurframleiðsluna, það er Eyjafjörður, Skagafjörður, þessu Suðurland, er það ekki, og jafnvel Borgarfjörður, mjólkurbúið í Flatey og Mýrum í Austur-Skaftafellssýslu, þetta er nú þokkalega dreift. Það er frekari spurning með afurðastöðvarnar. Með það sem mjólkin er flutt. Það er svo að það má ekki selja mjólkina beint úr fjósinu. Það verður að flytja þetta í afurðastöðvar og eyðileggina þar áður en að selja. Já, svo það er annað sem kemur nú líka í stefnunni og það er einmitt með varðandi flutningsleiðir og annað. Og það kemur inn á dýravelferðina í rauninni líka, er það ekki? Já, það er ekki þátt í þetta. Og það sé ekki verið að flytja til dæmis dýr til slátrunar langar vegalengdir eða eitthvað slíkt. Já. En má ég aðeins varðandi samkeppni innanlands framleiðslu við innflutning að sko ég er eiginlega alveg viss um það, ég er allavega að fullyrða það að íslensk framleiðsla er engan veginn samkeppnisfær við innflutta vegna þess að sláturleyfishafar erlendis þurfa ekki að undirgangast nærri því eins strangar kröfur og íslenski sláturleyfishafar. Við erum með alveg rosalega öfgar varðandi slátrun og meðferð sláturafurða. Við erum sko bara, ég er búinn að sjá bara niður í Evrópu hvernig staðið er að þessu. Og þar kostar eftirlitið sko ekki skrifjónir eins og hér. Það er alveg himinn og haf á milli. En það er eitthvað aðeins að laga þetta með að opna fyrir afurðasölu beint frá bíli. Það er eitthvað pínlítið farið að hreyfa við því. Stefnir þó aðeins í rétta átt. En eins og þetta er í dag þá er íslensk framleiðsla engan veginn samkeppnisfær. Hvað þetta varðar. Einmitt. En já, og það tala líka um að mynda að vera hvati til að stofna samvinnufélög og pöntunarfélög og það er einmitt líka svona til þess að þá að geta keypt beint frá bíli og eitthvað slíkt. Já, ég held eins og, ég man að ég var á þeim fundi þar sem við ræddum þetta aðeins með svona samvinnufélög og svoleiðis. Ég held að sé sem sagt, það er farið að losna aðeins og er komið svolítið straumur. Það til dæmis er á að fara með einhverja tilraunaverkefni núna með heimaslátaranir og svoleiðis. Það sem ég held að sé langt mikilvægast fyrir sem sagt að opna fyrir bændur að gera hlutina svolítið sjálfir. Sama að því ég held að ef að menn myndu vilja gera samvinnu, einhver svona, bændur taka sig saman að gera eitthvað svona, ættu þeir bara að geta stofnað þessuna félag eða fyrirtæki bara það. En að það er regluverki sem að hamla rosalega mikið, sko, það er búið að ganga svo langt að
það er búið að drepa niður allt frumkvæði sem að menn geta gert. En það eigum við eiginlega enga sérstæða vöru, sko, svona eins og þú veist í Oslo, nei í Noregi, þar eru bara mismunandi ostur eftir fjörðum og eitthvað svona dót, sko. En aðalmáli finnst mér að vera bara svona mikið í umræðunni það að menn geti bjarga sér sjálfir. En þá kemur líka inn í til dæmis bara eins og með sem sagt þegar menn fara að slátra núna, orðið vinsælt að kaupa beint frá bónda, hann sendir í sláturhúsið og þá hækkar sláturhúsið bara verðið á slátrunin, alveg helling. En að sjálfsögðu þarf sláturhúsið nefnilega líka að fá borga, sko sláturhúsið lifir heldur ekki af ef hann fær ekki kjöt inn til að selja. Þannig að það er spurning hvernig og við erum svo rosalega lítil, við erum nefnilega að fatta það, sko, við erum svo ofboðslega lítil að við erum til dæmis með sláturhús hérna á Akureyri, við erum með sláturhús á Húsavík, öllum kindum er sláturhús á Húsavík, nautgripum og svínum hérna á Akureyri. Við getum ekkert farið að sko stofna 10-12 lítil sláturhús, það myndi bara aldrei bera sig. Þess vegna verður að fara eitthvað svona milliveg og finna semst leið hvernig getur sláturhúsið, því að þau gangi ekkert vel, sko, þetta er allt á hvínandi kúpunni. Hvernig getur sláturhúsið, sko, það er alltaf að koma, held ég, eitthvað frá hinu opinbera til þess að hjálpa sláturhúsinu að hjálpa bændunum. Þess vegna þessi tillaga það er voða sárt fyrir bóndan ef hann ætlar að reyna að bjarga sig sjálfur, þá var slátur að senda heim, komið með fullt á kúnum, fær hærra verð fyrir kjötið, en það er svo að borga sláturhúsinu fyrir allt. En á móti er sárt fyrir sláturhúsið að fá ekkert kjöt og þurfa að hækka verðið til bænda til þess að geta staðið undir kostnaði. Það er enginn að reyna að vera vondur þarna, held ég, sko. Þetta er bara svona dilemma sem er í gangi. En það kom að þessi hugmynd bara möguleiki á til dæmis sláturhúsi á hjólum eða eitthvað slíkt. Það sem er eitthvað svona færanleg sláturhús sem myndi þá í leiðinni líka tækla sko í rauninni bara dýravelferðar vandamálið sem fylgir því að vera að flytja kannski dýr langar vegalengdir í sláturun. Já, en þá veltir maður strax bara fyrir sér, sko, þú veist, hvað myndi svoleiðis sláturhús annað, myndi það annað búi sem er með 20 kindur, 300, 400, 500, 600? Þá erum við alltaf aftur komin að þessu líka. Viljum við vera með mikið af stórum einhverjum iðnaðarbúum eða viljum við vera með möguleika á... Og svo spáum við í, sko, ef það er komið sláturhús sem fer að taka marga bæi svona, hvernig lifir sláturhúsið af, sem situr eftir, sko. Þú veist, að því að við verðum, þó við viljum að, sem sagt, hafa fjölbreytileika og fyrir mér væri svona á þess að hafa kafa djúpt akkurat í þessa hugmynd, þá finnst mér líka bara eins og með sláturhúsið ef það er í sko boðlegri fjarlægð frá bændunum að reyna að styrkja þá einingu einhvern veginn þannig að bændurnir geti haldið áfram að nýta sér hana en engi meiri arða vöru sína því að við erum svo rosalega lítil að meiri sér sláturhúsin hérna sem eru stærstu sláturhúsin, þau eru samt bara pínu lítil á svona heildarvísu, sko, og þetta er starfsemi sem er rekin kannski 3-4 mánuði á ári eins og það sem kindum er slátrað og það er ekkert djók til dæmis að fá bara starfsfólk. Það er alveg hellingur á svona agnúum sem að þarf að uppfylla, sko, þó þessi er rosa flott að fá færilegt sláturhús, það þarf að hugsa heildarapparati líka, sko. Það er alveg fullt af bænd og þú veist, hvað myndi svona, það verður gaman bara að vita, ég hef ekki hugmynd það, hvað myndi svona færilegt sláturhús geta annað miklu á dag og hvað geti það annað stórum hluta bændum á hvað stóru svæði. Versus það að hlúpar að sláturhúsinu sem er á staðnum og að það geti þjónað sko fjölbreyttari tilgangi en það gerir í dag. Ég bara hugsa svona hvað er raun, bara, ég er ekki með svari við þessu. Já, það talaði að auka landgræðslu og hún verði í fleiri höndum. Hvað er átt við með því? Einn er þarna klausa sem rímar eitthvað við auðlindastefnu Sósíalistaflokksins að koma í veg fyrir að fólk og fyrirtæki geti safnað upp bújörðum og landi til eignar. Hvernig væri hægt að koma í veg fyrir slíkt?
Ef ég kannski svara seinni hlutanum á spurningunni allavega, þá skiptir það okkur rosalega miklu máli að við missum ekki landið okkar til bara auðmanna og jafnvel útlendinga. Við viljum vera sjálfstæð og við viljum, og þetta tölum alltaf það að við séum sjálfstæð þjóð, en svo ef við eigum ekki landið okkar þá getum við ekki verið mjög sjálfstæð. Við viljum bara að það verði sett löggjöf á að það sé bara takmarkað land sem að hver einstaklingur eða fyrirtæki megi eiga. Og kannski í rauninni, ég veit ekki hvort við tölum eitthvað sérstaklega það, en þá setja mörk á hversu mikið ríkið á að eiga. Er ekki talað í stefnunni að það er talað að setja mögulega bara einhver skilyrði, einhver svona búsetuskilyrði eða eitthvað slíkt? Já. Og þannig að... Já. Til náttúrulega fordæmi bara eins og í Noregi. Já. Þar eru bara mjög en þar er líka náttúrulega stuðningur þannig úr garði gerður að það getur fólk. Það hækkar alltaf stuðningurinn eftir sem þú ert á strjálbíll á erfiðara svæði. Já, og þar er bara mjög ströng, þú getur bara ekkert keypt jörð eða þú ætlar ekki að búa það, Nei, einmitt. Það er ekki hægt. Já, þannig að hugsunin var svolítið þannig þegar þessi punktur var saman, já, einmitt. Að það sé svokölluð búskylda, held ég að vera beinþýðing, Já, einmitt. Það væri bara hægt að þá er náttúrulega bara til svona appar, eða svona dæmi sem væri bara eftir að kynna sér vel, Já, einmitt. Já, og landgræðslan, það er eitthvað svona sem að bændur ættu þá að geta sinnt líka í auknum mæli eða hvað? Það sé ekki bara ríki eða landgræðsla ríkisins eða eitthvað svoleiðis sem að sé að gróðursetja. Það er til dæmi sem heitir bara bændur græða landið. Já. Og þá fá bara bændur, og það er mikið gert með kemískum áburði, að bændur fá bara ákveðið mörg tonn af áburði bara ókeypis, en þeir leggja þá vinnuna, vélarnar og á móti til að dreifa áburðinu. Já. Það er svona apparat í gangi, og svo er líka náttúrulega eins og með skógræktina, en ég var aðeins að brasi í þessari skógrækt núna daginn, lenti í þrætum við Kolbeinn Proppi og Svavar Gesson gamla. Akkurat þetta að það eru núna rúmlega 90 bændur sem að bíða bara í startholunum eftir að fá að gróðursetja. Og bændur, þeir afsala sér í rauninni yfirráð rétt yfir landi sínu. Þegar þú ert komin inn í skógræktarverkefni, þá mátti ekki gera neitt annað en í samstarfi við skógræktina það land, þannig að þeir eru rauninni afsala sér landinu. Og en fá plöntur og ef það eru skjólbelti, dúka og dót til þess en sjáum vinnuna algjörlega sjálfir. Og núna ég man ekki hvað þetta voru margir ferkílómetra sem að og hektara þetta er einhverju 100 hektara sem bændur bíða bara en núna er ekki lögð króna í nýja girðingar. Og það hefur verið mjög mikið misbrestur á, bændur eru alveg tilbúnir að gera, en fjármagni fæst ekki á móti til þess að þeir hafa fengið endurgreiddar jarðirnar á 10 til 15 árum. Svo verði breytt í að þeir fengu það bara borgaðar út og núna er ekki til reglur það. Þannig að það er bara ekki verið að setja krónu þrátt fyrir að sé verið að tala að sé verið að auka gróðursetningu og bla bla bla, að þá til dæmis þessi þáttur, hann liggur bara niður í núna og bændur bíða bara með samningarna sína, en ekkert í gangi. Þannig að það er til alveg batteri fyrir þetta sem bara, held ég, þokkalega gott, en má bara alveg bæta. Og auknir nýsköpunarstyrkir verði veittir í landbúnaði með áherslu á lífræna ræktun og bændum bjóðist hagsta lán til framkvæmda. Það kemur inn í þetta sem við töluðum áðan varðandi kjör bænda. Og að þeir geti þá hafi bara tækifæri til þess að gera nýja hluti og gera hluti sem kannski langar að prófa eitthvað nýtt, ekki eitthvað hefðbundið. Guðbergur veit kannski, hvernig er ráðgjöf til bænda varðandi landnýtingu og möguleika á einhvers konar
kannski uppbroti á búskap eða einhverju nýjung. Sko, vantar ekki svolítið mikið hugarflug í þetta bara, sko, fær bóndi hugmynd og hún bara kærð í einhverju kerfi sem ekki vill hlusta á hann, eða hvernig tekið í svona? Þetta eitthvað jákvætt? Eitthvað möguleiki að mæta, sem sagt að það mætist þetta eitthvað jákvætt hugarfar hjá ráðgjöfum eða leiðbeinendum eða fyrirgreiðslu, sko? Eða þetta bara svona eitthvað dýrsins tréhestaða samfélag, bara endalaust? Þekkirðu það Ég reyna að svara. Já, sambandi við einhverjum nýjung eða Nýsköpun fjölbreytni í nýsköpun, já. Já, ég get sagt, það er ábyggilega svona bæði og. Ég segi til dæmis eins og ég opnaði húsdýragarð og ég fekk bæði styrk til að sem sagt, starta garðinu, svo gerði ég bara sýningu íslensku kindina og ég fekk styrk til að gera hana sem sagt á mótsvið bara mitt framlag og það sem ég geri. Og það er rauninni sem sagt, hvað heitir þetta? Framleiðnisjóður landbúnaðarins, að hann er rauninni bara, maður veit alltaf, þú veist, það er alltaf hægt að setja meiri peninga, sko, en ef ég segi bara frá persónulegri reynslu, þá hef ég ekki til við þeim, þau bara eru öll að vilja gerð til að reyna að hjálpa til, sko. En það sem hamlar oft, eða sem sagt, það sem hamlar ef það er svona típiskir bændur sem eru þá með einhverjar framleiðsluvörur úr sem sagt á matvælum, að þá er regluverkið alveg óboðslega eins og það hefur bara fylgst með þarna þeirra fyrrverandi framkvæmdastjóri hvað var það, Rannís eða fóru að selja heimaslátra kjöt bara til þess að ögraði mér í dómsmáli og svona, að þar er komin alveg slaki á, sko, ég sagði ykkur eftir frá því, þarna eins og það bara slátra 4 grísum, þá borgaru 15.000 kall til að fá undirskrift dýralæknis, þú slátra 200, þá þarftu líka bara að borga 15.000 kall. Og ef þú ert einstaklingur máttu bara slátra 4 grísum á þinni kennitölu, en ef þú slátra fleiri þá voru að koma önnur kennitala til og þá kemur annar 15.000 kall. Það er fullt á svona agnúum sem er hægt að laga og það er komin vilji inn í, sem sagt eins og MAST, í að gera þetta. Þannig að þú veist, það er alveg sveifla með beggja vegna borðsins, en þetta er samt rosalegt móð og það er alveg, sko, batteríið sjálft sem þú veist, ef maður bara, þú veist, Kaupfélag Skagfirðinga vill ekki breyta neinu og stóru apparötur vil ekki breyta neinu þegar missaðu spönnu sínum aski, sko, spónu sínum aski. Þannig að þú veist, það er svona, þarna koma svona agnúar, en þetta er í rauninni mjakast í rétta átt en alveg rosalega hægt. Og það er alveg sem sagt, núna er tíminn að íta á þetta. Að þetta er svona, og svo er náttúrulega bara samfélagið vill þetta eins og sko. Samfélagið vill svona vöru, en þá kemur líka inn í með kostnaðinn, sko, að svona vara er alltaf miklu mun dýrari heldur en þessi fjöldaframleita og þá er kannski spurning líka eins og sérstaklega í flokki eins og hjá okkur að við viljum að svona vara sé fyrir alla og hvernig ætlum við að gera það framkvæmanlegt? Er það ekki þá með auknum framlögum þá semst að sá sem er með þetta stórt bú, semst að segjum að sem við tek bara dæmi, 10 kýr, fái semst að hlutfallslega hærri beingreiðslu heldur en sá sem er með 100. Af því að dýrara fyrir hann að framleiða vöruna, af því að við viljum ekkert endilega framleiða bara eitthvað beint frá bíli sem er rosa rómantísk hugmynd og svo getur bara, þú veist, Arnarnesi keypt það. Þú veist, við viljum ekkert endilega held ég að fara að framleiða svoleiðisvöru, sko. Nei, einmitt. Bara að vera aðgengileg fyrir alla. Þarna verður við að passa okkur svolítið líka, sko. Herðu, það eru 2 punktar sem ég langar að spyrja í viðbót sem að ég svona úr stefnunni sjálfri og það er annars vegar þetta með kvóta, mjólkurkvótan og þarna kemur punktur þetta að sem sagt, já, að
Já, að kvótakerfið í landbúnaði verði endurskoðað og tryggt að það leiði aldrei að sér framsal. Heldur sé kvótinn háður búsetu og skuldbindingum framleiðslu. Þarna kemur aftur svona sambærilegur punktur við þetta með jarðirnar kannski, að það sé hægt að setja einhver skilyrði. Þetta er svolítið strempið sko núna að því að hérna við erum komið svo rosalega langt í stækkununum. Já. Það er búið að færa svo rosalega. Það er svo erfitt að stíga tilbaka, meinarðu? Já, ég meina bara, ég var hægt að vera kúabændur 2005, þá voru held ég 950 kúabændur. Þeir eru orðnir 550 eða eitthvað. Og þetta er breyst alveg svakalega, búið að færa alveg rosalega kvótamilli, en svo þekki ég ekki alveg hvernig þetta er núna, en ég man bara þegar Jón Bjarnason var landbúnaðarráðherra, þá bannaði hann á tímabil að færa kvótamilli jarða, var að reyna að spyrna við fótum við þessu sko. En ég bara verða að viðurkenna, ég er ekki alveg með tæru hvernig þetta er núna, það er alveg rosalega upplaust sko núna, hvort, þú veist, hræðslan hjá bændum við að leggja á kvótakerfið er að þeir eru búin að fjárfesta svo rosalega í honum. Já, einmitt. Bróðurparturinn á skuldunum þeir eru bara fyrir að kaupa mjólkurkvóta. Já, og svo hafa þeir verið með einhver plön um að banna framsalið og hafa dregið það svo tilbaka, þannig að þeir hafa ekki lagt í það. Bændur í rauninni kusu það bara, við minnir að það vera þannig, það var bara kosið og bændur vildi ekki leggja niður kvótakerfið, en það líka sko öll þeirra veðsetning, sko bróðurparturinn af veðsetningunum þeir eru bara í kvótanum. Þannig að það þarf einhvern veginn að snúa sig út úr þessu kvóta, af því þetta verður náttúrulega líka bara brask, sko, og fer út í rugl. Já. En það verður alltaf að vera einhver framleiðslustýring sko, því að framleiðslustýringi var líka til bara að það var bara offramleiðsla í rauninni sko. Já, einmitt. Það verður alltaf að vera einhver svona stýring sko, bara það er ekkert vandamál að leggja kvótakerfið af. Það er ekkert vandamál að stöðva framsalið. Þetta er sko, þeir sem eru með kvótan á sinni hendi í dag, okkur þurfa þeir endilega að selja. Ef þeir nenna þess ekki lengur þá hætta þeir bara. Það tekur bara einhver annar við sem þarf þá ekki að kaupa kvótan. Þetta er sko, vandamáli er nýliðunin, hún gengur ekki upp. Vegna þess að það þarf alltaf að kaupa framleiðslu eininguna. Ef að bóndi hættir að framleiða mjólk, þá bara hættir hann og fer á sín eftir laun, bara eins og ég og þú og hver annar sem er ekki að fara að selja einhverju öðrulega frá sér. Þetta er svo mikil hugsanavilla, þetta frjálsa framsal á öllu þessu dóti. Þetta er svo skemmandi í þjóðfélaginu. Það er alveg saman hvort að það er mjólk eða lambakjöt eða fiskur eða hvað er. Þetta er alveg fáránlegt og á auðvitað engan veginn að þekkjast í upplýstu þjóðfélagi í dag. Ég er alveg 100% sammála. Sko. Ég er 100% sammála þegar sem þú segja, Þórbergur, en líka kannski þarf að hugsa það sem Guðbjörg var að segja, að þeir eru skuldum vafnir. Já, hvernig þeir eru að bakka út úr þessu? Hvernig þeir eru að koma út? Þá held ég að það sé ríkisins að... Þeir eru að framleiða þetta skuld sem settur í og halda bara áfram, en þeir eru ekki að geta skýlt sér á bak það að losna skuldirnar með því að selja kvótan sem þeir keyptu. Nei, bara alls ekki. Og setja einhverju aðra í vanda. Nei, bara engan veginn. Það er bara ekkert í boði. Nei, en við þurfum samt kannski að taka einhverja lausn sem er þá þannig að ríkið komi til aðstoðar. Ef við ætlum að fara að setja alltaf núllpunkt, þá verðum við kannski að taka eitthvað kostnað á ríkið. Bara til þess að... Nei, þarna er einn misskilningurinn enn sko. Það er að bóndinn er að framleiða og er að framleiða upp í skuldina sína. Það þarf ekkert aðstoða hann við það. En fólk skuldsetur sig svo oft meira heldur en það getur sko. En það er eitt hérna, ef við erum að tala um þjóðarsátt í landbúnaði og við ætlum að hafa bændur eitthvað með í þjóðarsáttinni, þá bara sama hvað manni finnst þetta aðstæðlegt kerfi, ósanngjarnt og vitlaust. Það þarf að finna einhverja lausn á því. Það verður að finna lausn á því. Já, nákvæmlega. Og það bara verður að sem sagt, bara prófa einhver að setja ykkur í, þú veist, þetta gerist ekki í einu vettvangi, þetta gerist í því að menn kannski bara kaupa af foreldrum sínum, svo er kerfi sett á og kerfið ýtir mönnum í að stækka svo þeir týnist ekki á degi. Það er núna var að vera að leggja niður fullt af fjósum í Hörgárdal, hvort það er fyrir hitti fyrra. 4 eða 5 fjós í þessum eina dal, að þeir sjá ekki fram á að sem sagt, einingi þeirra sé nú stór svo að sé hægt að byggja henni fjós. Og þetta voru bændur á besta aldri. Og svo kemur bara Bárðardalurinn og Suður Þingeyjarsýsla. Þetta er allt alveg rosalega, bara jörðið við hliðina á mér. Þessum bændur sem hafa farið þessa réttu leið í að
vera passasamir og ekki að stækka, nýta sínar einingar eins og er að nýttust best, en þetta eru mennirnir sem að tínast í kerfinu í rauninni. Og svo alveg hellingur af bændum sem að tóku bara stefnuna sem stjórnvöld settu, stækkuðu og stækkuðu, keyptu kvóta og þeir skulda náttúrulega bara skriljónir í þessu. Og sem sagt, af því það ekki bara einstaklingarnir sjálfir sem ákvaða nú ætla ég að vera gráðugur og kaupa rosalega mikið af kvóta, heldur gerist þetta smátt og menn fara inn í kerfið og svo bara lifaði með kerfinu. Og svo allt í henni komið 2020 og þeir orðnir snar skuldugir að þeir fóru eftir því sem að kerfið sagði þeim að fara og þá ekki hægt að henda þeim bara í ruslið, sko. Eða þú veist, þá ekki hægt að tala um þjóðarsátt ef það þið gert bara, þú veist, þeir eru bara skildir eftir. Það að finna einhverja svona... Það að finna einhverja góða lausn á þessu. Já, einhverja millileið til að í rauninni hafa sannarlega þjóðarsátt. Við erum náttúrulega í bölvur og klúðri, sko, eftir að stórútgerðin fór að byggja fjós og kaupa kvóta. Það verið að færa fjármuni úr sjávarútveginum yfir í landbúnaðinn. Sko, þetta er þannig að bóndi engan veginn samkeppnisfær við arðsemi í sjávarútvegi og verður það aldrei. Þess vegna sko kvótakerfið í sinni ljótustu og afbökuðustu mynd kemur svo berlega í ljós við þessa framkvæmd í Flatey. En það hægt að gera eitt, það svar við þessu, það sem ég var að segja áðan með, og það hefur verið talað um það, að yfir ákveðið magn af kvóta eða ákveðið magn af kúm sé ekki greiddar beingreiðslur á móti. Það leysir ekki vandann með þetta frjálsa framsal í kvótakerfinu. Hvað segirðu? Það leysir ekki vandann með þetta frjálsa framsal í kvótakerfinu. Jú, af því að þú hefur engan það myndi snarlækka verðið og minnka eftirspurnina ef þú segjum að þú sért með 100.000 lítra kvóta og fær fulla beingreiðslur fyrir það, en ekkert umfram 100.000 lítra. Það virkar nú hvetjandi líka í framtíð. 200-300-400.000 lítra af því að þeir fá ekki nema hálft verð fyrir mjólkina umfram 100.000 lítra. Já, rétt það, já. Það myndi hefta þetta með svakalega og þetta verður ekki fengist í gegn. Og það ekkert ósanngjarnt við það að á einhverjum árafjölda þetta bara trappa niður í það að umfram, sko, 300.000 lítrar einhverja kannski 60 kýr, það bara allt í lagi og allt umfram 300.000 lítra, þá fengjur ekki beingreiðslur. Það rétt, já. Og það hamlar alveg rosalega þessari stækkun og eftirspurn eftir kvóta. Og það búið að tala um þetta sko í áraraðir sko, en aldrei fengist í gegn. Já, þetta var góð bremsa á þetta. Já, þannig bara, og það líka nokkur sanngirni í því sko, og það líka stöðlar að hugmyndinu sem að talandi þjóðarsáttina því að við viljum hafa fjölskyldubúið okkar. Og þarna líka hægt að ákvarða sem sett í rauninni stærðin á og svona líka hægt að gera í kindakjöti. Að umfram ákveðin sem sagt kíló af fjölda af seldu kjöti að þá fáir ekki beingreiðslur, heldur bara ákveðin hluta. En þá því svo eiginlega að vera lífvænleg. Þetta má vera eins og skattkerfi, þetta má vera þrepaskipt. Já, en það hægt að pikka svona sko, og þetta myndi held ég að gera helling. Það þetta alltaf allir fúlir, það alltaf einhver fúll sko, en ég held að það sé að það færa bara fínustu sanngirnisrök fyrir þessu. Það þessi punktur í stefnunni að ítarefni endar hérna á því að þessi dregið verulega úr losun gróðurhúsalofttegunda og votlendið endurheimt allt land og skógrækt aukin og allt það og þannig farið í leitaverði allra leiða til að hringrás vistkerfisins og hringrásakerfið virki sem best, svo sem með nýtingu jarðvegs og metangarði sorpu, en stefna skal að slíkri úrvinnslu allt land. En hringrásakerfið, þetta bara þessi hugmynd að framleiðslu einingin, hún fari út úr framleiðslunni, sé nýtt annars staðar, það sé ekki eins og þetta með slógið í fiskinum. Það bannað að henda því í sjóinn af því að það má ekki fara út í lífríkið aftur heldur, það að fara með það einhvers staðar inn í sveit og grafa það í jörðu. Það sko hringrásakerfið
byggir á því að það sé verið að endurnýta það sem að hægt er. Til dæmis að kúaskíturinn borinn á túnin og allt þetta. Já, og það er þarna... raunverulega hringrásarkerfi. Já. Það er líka varðandi metanframleiðslu, ég spáði það, að sko, það er engin hvati. Það er hvergi neinn hvatning til í þjóðfélaginu að framleiða metangas. Þetta er náttúrulega eldsneyti á bara á ökutæki og vélar hjá bændum og svo fræðis. Ég skil ekki alveg að það er ekki lagður meiri þungi í það að nota metani sem eldsneyti. Það er ekki innflutt, það er bara heima tilbúið algjörlega. Það er því markaðurinn stýrir í átt að rafmagnsbílum, ekki metanbílum. Já, það stýttir á milli. Það voru bændur á Suðurlandi fyrir einhverjum árum síðan sem sonur hans var verkfræðingur og þeir græðu eitthvað system til að nýta metan úr fjósinu fyrir búið. Já. Það er hægt að grafa það upp, sem sagt. Já, það er kannski hægt að gera, nota ýmsar aðferðir. Já, það er líka meira upp á mengunina að sé að það væri betra að setja stút á haughúsin og brenna metanið heldur en að dreifa því á túnin. Já. Þannig það er betra að kveikið því meira sé heldur en að dreifa því á túnin. En er náttúrulega langgáfulegast að nýta það sem eldsneyti. Það er alveg tonn á tonn ofan og sérstaklega þeir voru nú að tala um að það væri slæmt að hafa öll kúabúin á sama stað. Að varðandi metansöfnun er náttúrulega bara mjög hagkvæmt að hafa það á sama stað. Ef það væri mekanismi við hvert haughús og væri bara bíll á milli og safnaði. Já. En ef þú nýtir metangasið úr haughúsinu, þú ert ekki að eyðileggja áburðinn. Þú getur notað áburðinn eftir sem áður. Metanið gufar upp þegar ég er dreift á túnin. Það verður betri áburður ef eitthvað er. Þarna gætir vel verið að það gæti einhvers misskilnings. Þetta er eitthvað sem þarf að halda á lofti líka að ef þú tekur virkjar metanið úr áburðinum þá ertu að vinna mikið þjóðþrifaverk. Og það verður eftir að umbuna náttúrulega fyrir það, bæði að framleiða eldsneyti og náttúrulega er þetta líka mengunar, dregur úr mengun. En það var eitt, ég heyrði þið sögðu þarna endurheimt votlendis. Já. Ég var á einhverju svona námskeiðum vistvæna landbúnað, þar sem að reynda niðurstaðan var svo að bændur ætluðu ekki að gera neitt, heldur bara að láta gróðursetja fyrir sér tré. Það var svona heilda niðurstaðan á námskeiðinu. En það var talað um endurheimt votlendis og það er einhvers konar útboð á því að reyna að fá bændur til þess að grafa ofan í skurðina hjá sér. Og það bara sækir enginn En svo á ríkið einhverja skrilljón jarðir en byrjar ekki á því að grafa bara ofan í þá skurði. Ég veit ekki hvað er eiga mörg hundruð jarðir Og ríkið gæti bara ákveðið í staðinn fyrir að reyna að bíðast til að bændur hafa áhuga á grafa ofan í sína skurði sem og þeir eru yfirleitt að nýta landið á eitthvað hátt að grafa bara ofan í skurðin á ríkisjörðunum sem ekki notað. Það er bara ágætis byrjun. Má ég henda inn pínulitlu atriði í þessu umræðu? Þekkið þið hugtakið lögbýli? Lögbýli? Já. Það er þannig að lögbýli er þetta gamla hugtak sem er staðir búskap. Já, þú ert með þá leyfi fyrir búskap. Og það er í stefnunni er talað að ekki séu eins og gert í Noregi, ekki séu seldar í öðru sér heldur en að stunda þessi á þeim búskapur. Stendur það í stefnunni? Nei. Það stefnan er svo hjá okkur að það sé stundaður búskapur á jörðunum, það sé ekki nýtt. Já. Það sem ég dettur í hug er til dæmis þessi jarðakaup,
eins og hjá honum Ratcliffe, Mm. margar jarðir koma þarna, sko, eru þetta ennþá lögbýli? Nú er ég bara ekki kynnt ég var bara að sjúna það núna að ef þetta eru ennþá skráðu lögbýli, þá eru ýmis hlunnindi sem fylgja þeirri lögtillu. Og það er spurning hvort að það eigi ekki bara hreinlega, hún eigi ekki bara hreinlega að hverfa þegar það er ekki eins og ekki búið í þessum gamlu íbúðum lengur, þetta stendur bara allt saman kalt á. Já, þá eigi bara að falla út lögbýlis heimildum. Já, ég skil gott við. Það væri ein aðferð. Styrk umsóknir til jarðræktar og endurbóta alls konar þá er það bara ekki lengur í boði á þessu höfum. En heyrðu, já, það er hugmynd. Eitthvað sem þið vilja bæta við að lokum? Bara ást og friður. Já, ég ætla kannski þá bara að fá að spyrja ykkur svona að endingu, hvernig var að taka þátt í svona slembuvali, slembuvöldum hóp? Ef við byrja bara á þér, Arna. Já, þetta er ótrúlega skemmtilegt, bara mikið sem ég er búin að læra, því að þetta er kannski hópur sem ég hefði ekki kosið að lenda í, en mjög áhugavert engu síður og eins og ég segi, ég er búin að læra mikið og mikið sem ég eftir að taka með mér. Þannig að ég segi bara takk fyrir mig. Guðbergur Egill? Já, ég er náttúrulega brenn fyrir þessu málefni. Já. En ég er náttúrulega bara náði því við erum ekki að sinna þessu af persónulegum og svo árstíðabundnum ástæðum. Þannig að ég hefði viljað vera meira í svartasta skammdeginu og tjöflast í þessu. Og ég vilja geta bara tekið mér í þátt. Tímaleysi hamlaði mér aðeins bara. Annars bara mjög skemmtilegt og áhugavert. Og Þórbergur? Já, þetta kom svolítið aftan að mér. Ég er náttúrulega fæddur uppalinn í sveit og 16 ára til sjós og er náttúrulega bara í eðli mínu dóðarjags. En í töluðum orðum þá sit ég nú við stofugluggann á Halla og horfi á nýslegið túnið og ferðaþjónustuna sem er aðeins að kvikna á þessu svæði. Jú, þetta er búið að vera virkilega gaman. Þetta er litla sem ég geta sinnt þessu. Ég er náttúrulega að kafi alls konar í ofanlega, En ég kannski helvítis kvótakerfi í sjávarútvegi. Það er svona kannski frekar mín deild, þar sem ég er búinn að vera allt í kringum borðið. En jú, þetta er búið að vera kannski meira gefandi og fræðandi líka. Ég var mikið til dottin út úr þessu landbúnaði. En annur sá bati hefur örlítið komið tilbaka. Ég þakka kærlega fyrir mig, þetta er búið að vera bara ánægilegt. Þakka ykkur, Örnu, Guðbergi og Þórbergi fyrir að taka þetta góða spjall með okkur. Og ég vona að við haft gaman að því. Mér finnst þetta góð samræða og bara takk fyrir mig. Já, takk.